Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Valli, stutt í gaman í körfuboltann að byrja. Hvernig er stemmingin í hópnum í hópnum? Stemningin er bara mjög góð. Ég held að liðið sé í svona ágætis rytma. Við náum að spila 4 æfingaleiki og mér fannst svona eins og við hefum bætt okkur með hverjum leik og svo bara fáum við hörkuleik í fyrstu umferð. Fjölnir sem er spáð öðru sæti. Gott og minntist á Spána. Það er einmitt það sem ég ætlaði að spyrja. Hvernig sýnist þér, eða ertu sáttur við þessa spá? Okkur er spáð 3. sæti, Höttur fer þrábennilega leið upp. Höttur sem fór með okkur niður. Ætluðu þið ekki bara að fylgja þeim upp? Ég held að það sé bara raunhæft að spá þessum 3 liðum svona 3 eftir sætunum. Svo bara, já, ég held að þetta er svona 3 mjög jöfn lið. Svo gæti svona eitthvað annað lið bæst í hópinn. Hamar, Vestri til dæmis. Þannig að já, ég held að það sé bara raunhæft spá. Saman hvort það verði eitthvað sætaskipti á þessu eða ekki, þá held ég að þetta sé bara ágætis spá. En svo er náttúrulega lið þarna eins og Sindri og fleiri sem að menn kannski vita kannski ekki dóla mikið um. Þetta er kannski svolítið óskrifað blað. Ég held að það sé bara bæði með fyrstu deildina og úrvalsdeildina. Það er mikið af nýjum leikmönnum. Til dæmis þessu Fjölnir sem við erum að spila með. Við vitum ekki mikið um Ungverjan sem er með serbneskt vegabréf eða Kanadaera. Og það er sama eins og þú segir með Sindra, ný lið. Það getur kannski verið konum með 3 Evrópubúa sem getur styrt á mikið, þannig að þeir geta alveg verið vel samkeppnishæfir. Segðu mér, þessir leikmenn sem við höfum verið að fá til okkar núna, þessi erlendu leikmenn, ertu sáttur hvernig þeir eru að smella inn í hópinn? Já, þeir eru búin að bara blandast vel inn í hópinn og svo bara, og líka bara svolítið bæta við hann. Þeir eru mjög duglegir að æfa 2 á dag, lyfta 4-5 sinnum í viku og eru að auka skotæfingum og ég held að það smiti út frá sér og eru hörkuduglegur á æfingum, þannig að ég get ekkert kvartað við þeim. Liðið er gríðarlega mikið breytt frá því fyrra og þessi ungu strákar úr 2001 ára margir hverjir að koma sterkari inn hérna á æfingar og sem við kannski eftir að sjá að taka fleiri og fleiri mínútur heldur en síðast ári. Já, þeir eru eftir að fá töluvert af mínútum í vetur og eru alveg farnir að banka sumir eftir að fá einhverju mínútur og svo er aðrir bara að banka á dyrnar þannig að það er eins gott fyrir þessa gömlu hunda að vera á tánum. Og fyrir þá er þetta kannski bara spurning um þolinmæði? Já, þolinmæði og bara hversu mikið þú leggur í búkið ég vil fara það tilbaka. Fyrsti leikurinn, það er eins og þú sagðir í upphafi, það er Fjölnir. Hvernig leggst það í þig? Það leggst bara vel í mig þetta eru bara 2 jöfn lið, við erum búin að sjá að spila einu sinni á móti Snæfell og þeir fóru svona frekar létt með Snæfell og ég held að þeir hafi átt alveg 2 gíra í viðbót eftir miðað við hvernig þeir spiluðu þeim leik og já, ég held að það leggst vel í mig, bara fínt að fá alvöru leik í fyrstu umferð. Þá sjáum við bara strax hvar við stundum, hvort að við höfum skilið að vera spáð 1 og 3 efstu. En talandi um æfingaleiki, það er náttúrulega, þið hafið bæði spilað við IR og Fjölni og fleiri lið og við erum tokkarlega sáttur í hvernig liðið spilaði gegn þeim? Já, við spilum vel í seinni hálfleik á móti IR, við áttum mjög lélega fyrri hálfleik, þannig að ef ekki segja bara að það hefði verið fínt, en svo er ekki alveg að marka, IR voru svolítið svona, þeir voru að pröfa hjá sér Serba sem er ákur svo daginn eftir spilið móti okkur, þannig að maður veit ekki alveg hvað maður stendur, þó hefum unnið einhvern leik á móti IR. En það kannski gefur okkar strákur samt svona pínu og ber undir báða að vita að þeir hafi getað lagt úrvalsdeildarlið þó að þeir hafi kannski ekki verið með sitt allra sterkasta lið, þá eru til dofa. Já, algjörlega, ég meina þeir voru náttúrulega við vorum með östudeild í fyrra og þeir unnu 3 leiki í fyrra, þannig þeir vita alveg að þeir geta unnið liðið östudeild. Það sé ekki, það er ekki það stór munur á milli bestu liðanna í fyrstu og kannski lakari í efstu Er stefnan upp í ár eða bara komast eins langt og menn geta á og sjá hverju það skilar? Já, markmiðið er bara að reyna að búa til eins gott lið og við getum bæði sóknar og varnarlega og svo sjáum við hvernig það skilur okkur og ég meina vonandi skilur okkur upp í dómunars ári. Og eins og ég sagði kannski áðan strákana 2001, þetta byggir alltaf mikið á þolinmæði. Já, þetta byggir bara á mikilli vinnu, elju. Það er það sem skiptir mestu máli í þessu. Sýnist þið það ekki vera til staðar hjá strákunum? Já, tímalaust. Það þarf
svona meira held ég að halda þeim frá húsinu heldur en að reyna að láta æfa meira sko. Það sé lúxusvandi. Já, það er mikill lúxusvandi. Alveg gangi ykkur. Takk fyrir.